En sko, þar fyrir utan, ef við ræðum aðeins þetta málefni sem fyrirgeðu, þar þetta var kynnt sem leiðrétting. Já. Og mennum farin aðeins að snúa því upp á sjálfa vegna þess að auðvitað þetta leiðrétting vegna þess að það búið að leiðrétta þetta frumvarp svo oft. Þetta vel orðið að hefur. Vel orðið að hefur. Það hefur orðið reyndin. Það hefur stöðut og við sjáum það og eins og ég sagði mér fannst allt og snemmt hvað við byrjaði að tala þetta sem málþóf. Auðvitað getum við sagt að síðustu vikuna þá er komin kergja í málið og það næst engi samstaða og ég byrjuði til hissa á að til dæmis forsætisráðherra maður var nú kynst þessu störfum þarna niður frá, unni bæði sem þingfréttarittari og sem starfsmaður í þingflokki og þar á ekki stjórnarráðinu. Það alltaf að lokum forsætisráðherra sem kemur og heggur svolítið á hnútin. Kemur með lausn, hefur mynduleikan, tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, tala beint til leiðtoga stjórnaraðstöðunar, hvað getum við gert? Sérstaklega þegar kannski samtölu á milli þingflokksformanna ekki að ganga. Annað þessu sko, forsætisráðherra og ráðherrar, þeir eru ráðherrar allra landsmanna. Það má ekki gleyma því eins og forstjóri í fyrirtæki, hann er forstjóri allra hluthafana, stjórnarformaður í fyrirtæki. Hann þegar að búið að mynda stjórn, þá hann ekki bara formaður sinna atkvæða. Hann er formaður allra hluthafa. Já. Þannig að þarna auðvitað á hann á komin.